Heyrðu, þá eru New York Knicks bara hrósa þá. Þetta var rosaleg úrslitakeppni og ég fekk heiðurinn að lýsa fjórum þessu úrslitaleikjum. Þetta var bara svona besta 4-1 sería sem ég hef verið hort. Ég er búinn að horfa í svona duglega núna í 10 ár, 14 til svona krakka árin. En, en það sem ég langar svona aðeins að fara yfir er hvað getur New York gert til að falla ekki sem er gryfju og seinustu 7 sigurvegarar. Ekkert að síðan Toronto fór í úrslitin og unnu, það var engin sigurvegari komist aftur í úrslitin. Þannig að ef við byrjum bara á Toronto, við sjálfsögum missa Kawhi og svona, þú veist, þið tóku gamliði virkaði, missa hann og fara reyndar ævintýralega út leik 7 á móti Boston í Orlando, búblunni. 2001 Lakers, þeir bæði AD og LeBron meiðast og spila ekki alla seríuna á móti Suns og detta út í fyrstu umferð. Og svo erum við með 2022 Bucks, árið eftir þegar þeir vinna, þá þannig að rennur Chris Middleton og meiðist litþó við að krossbandi eða eitthvað og þeir líka fara út í leik 7 annar umferð. Og 2003 Golden State Warriors, dreymaturinn kýlir Jordan Poole og það er svona eiginlega skemmir kemistríuna og svo mættu þau bara Lakers-liði sem voru töluvert stærri en þeir og þeir bara höndluðu það ekki. Denver mistu leikmenn, Bruce Brown og eina svona alveg senturinn á bekknum, Thomas Bryant, og svo mæta þær bara kryptonautin í sínu fyrstu umferð sem eru Minnesota Timberwolves. 2005 Boston Celtics í fyrra voru að fara að tapa undir Knicks þrátt fyrir að hann steytar sér hásinn, hann Tatum, en aftur meiðsli og Porzingis líka meiddur og svona aðrir þannig hlutir og svo sprengja að leiðu. Og svo núna í ár Thunder, þeir sjálfsögðu meiðast og eru hársbreytt frá því að komast aftur, svona nálægast að liða til að komast aftur, en missa J-Dub og AJ Mitchell og ég diggur Thunder aðdáandi. Þeir hefðu eflaust farið aftur í úrslitin, veit ekki hvort þeir eru unnu Knicks með hvernig þeir spiluðu, en þeir eru klálega farið í úrslitin hefði allavega 1 eða 2 þeirra verið að spila. Og ef við bara skoðum aðeins þessa gryfju sem liðinu, sem eru að lenda í meiðslum og þú getur eiginlega ekkert eitthvað forvarnað það. Körfuboltinn er bara það hraður, meiðslin eru það algeng og þegar þessi leikmenn eru að spila svona marga leiki, að þetta eru góð lið, trekk, að þá eru bara meiðslin oft svona, þau koma ekki, og við sáum að bæði Knicks og San Antonio voru svona 2 heilbrigðustu liðin af þeim bestu í ár. Mér langaði aðeins að fara yfir payrolli hjá New York, af því að það sem mér finnst áhugaverðast við það er að breytingin sem á sér stað seinasta sumar er að Mike Brown kemur inn og allir mömmu þeirra voru að kalla yfir því að bekkurinn er notaður þegar Tom Thibodeau var að þjálfa, og hann vantilega svona eiginlega stýri liðinu bara í gólfið. Mike Brown kemur inn, en annar svona ólíklegur, það var rekinn á Sacramento, og það er svona tilengar þetta lið, það er einhvern veginn allir búin að gefast upp á öllum þessum leikmönnum. En það sem hann breytir er að hann bæði tekur boltan aðeins meira úr höndunum af Jalen Brunson og kemur Kat inn í sóknarleikin, kemur OG Anunoby inn í sóknarleikin og líka bekknum, notar Robinson meira, þegar hann þarf að treyta fyrir Jose Alvarado, hann spila leikir mínútur. Miles McBride, svona fyrir þann úrslitakeppnina var hann leikinn leikmaður á bekknum, maður ekki nefna Landry Shamet skittaðir á bekknum, og svo Jordan Clarkson sömuleiðis svona ekki að seinna inn í úrslitakeppnina. En
en hann þetta með 5 leikmann á bekknum sem spila leikir hlutverk og ef við förum aðeins yfir þá Mitchell Robinson þarf nýjan samning 28 ára. Jose Alvarado er með player option, trú ekki að hann muni pikka hann upp bara fyrir 4,5 milljónir af því að eftir svona úrslitakeppni ég trúi því ekki. Hann átti komið 2 með breytara samning, Landry Shamet nýjan samning og Jordan Clarkson nýjan samning. Þannig að 4 leikmenn af þeim 5 sem spiluðu leikir í mínútur í þessu úrslitakeppni þurfa nýjan samning. Kannski svona eina góða er að Tyler Kolek er með samning í 2 ári viðbót og hann svona mun ekki, ég held að muni klárlega geta fyllt hlutverki sem Jordan Clarkson gerði. Þannig að þetta er búin að skipta einum út fyrir annan en vandamálið á New York þeir eru komni núna í 200 milljónir fyrir utan án þess að gefa neinum aukasamning. Þannig að þeir þurfa með öllum líkindum að leyfa einum leikmann að fara og svona ef ég ætti að taka veðmál á það þá er að Jordan Clarkson nema hann samþykki bara minimum deal vilji vera í New York. Þeir verða eiginlega að halda Mitchell Robinson. Við sáum að í úrslitunum hvað hann er gífurlega mikilvægur leikmaður þótt hann sé ekkert í rosalega svona geta ekki hlupið endalaust en hann er besti sóknarfrákvæmst í deildinni af ástæðu og það er bara ekkert grín að finna backup center núna sem er ekki annarkvæmt of gamall eða er ekki bara annarkvæmt svona one way leikmaður. Þannig að ef við horfum bara á Jalen Duren alltaf dýr. Við horfum þetta bara svona Nikola Vucevic spilar enga vörn, Walker Kessler og ungur hann restricted. Við erum að horfa á leikmenn eins og John Collins kannski, hann samt ekkert alveg center. DeAndre Ayton of dýr myndi ég svona halda og Jusuf Nurkic, Jock Landale, þetta er ekki betri leikmenn en Mitchell Robinson og ekki svona þannig uppalinn og er bara gífurlega mikilvæg leikmaður bæði fyrir kúltúrinn og fyrir vörnina. Þannig að segjum sem hann fái álíkan samning og hann er núna, það verður eiginlega næstuð komin að second April sem er spáð fyrir að vera 222 milljónir eða eitthvað fyrir næst tímabil. Þá eru þeir bara rosalega nála þeirri fjárhæð og mér finnst það líklegt að Landry Shamet fái samning annars þar. Ég trúi ekki annað en að eitthvað lið bjóðunum bara nokkrum fleiri milljónir þótt það sé ekkert alltaf mikið bara til að segja hei þú ert góður þriggjastaskotmaður, þú ert góður þriggjastaskotmaður í góðu liði og hefur sýnt það að þú getur verið leikmaður í contender. Þannig að vandamálið fyrir New York er að fyrsta lagi er þetta mest upp og niður lið sem ég hef séð. Einhvern veginn í janúar voru allir haldið að þeir bara myndi ekkert vinna alveg leiki eftir unnu þetta in-season cup eða Emirates NBA Cup og svo einhvern veginn snúður þessu við náðu þriðasettinu og byrja svo úrslitakeppnina hræðilega. Þannig að allir búin að gleyma því núna en þeir voru næstum búin að fara 3-1 undir í fyrstu seríunni, snúa þeirri seríu sjálfsög við og rústa Atlanta í Game 6 og svo vinna þeir 13 leiki í röð, hefðu geta verið 15 mjög öðvöldlega en ég held bara að þeir verði að því falli sem allir seinustu 7 sigurvegarar munu lendi í er að liðið verður of dýrt og þeir geta ekki haldið bekknum. Ef við horfum á bekkinn, Tyler Kolek getur svo sem skilaði sem Jordan Clarkson gerði. Jose Alvarado fær bókað of dýra samning, þannig að þetta er búin að missa 2 leikmenn á bekknum fyrir 1 sem er ekki afgóður og minna reyndur
og þú varst að fylla í skarið þarna án þess að fara yfir the second apron. Og refsingarnar af því að fara yfir second apron, ég trúi ekki að eigandinn þrátt fyrir svona maníun í New York og svona fögnuðin sem hefur negið sér stað innan sem utan liðsins að þeir muni einhvern veginn sannfæra sig að já, veist, það er alltaf lægi að vera með dýrasta lið í deildinni og borga ógeðslega mikið í luxury tax og missa allir sér réttindi. Það er lægi 1 ár, svo gerist það að þá kemur erfiðar ákvarðanir. Það þurfum við annað að treyta Mikal Bridges, OG Anunoby eða einhverjum stjórnum að því að þeir ákveða að fara þá leið. Þannig að ef ég ætti að gefa veðja það að þá var þetta bara fullkominn mánuður fyrir fullt af underdogs, voru heppileg meiðsli, þurfti ekki að fara gegn Boston, hefði svo sem haldið þeirri unnið á, þurfti ekki að fara aftur í gegnum Thunder, þurfti ekki að fara í gegnum Thunder sem kunna að vinna, mæta ungu San Antonio-liði sem þeir eru búin að finna alltaf út og satt að segja, eflaust margir sem segja að San Antonio tapa þessa seríu jafn mikið á New York vann hana. Þannig að ég myndi svona í fljótu bragði segja þeir þurfa alltaf annað kraftaverk til þess að fara aftur í úrslitin. Eða að vinna það myndi ég segja. Eastern Conference er frekar weak.